Óskar Bjarni, nú framöndan bara Evrópuleikur strax í byrjun tímabils mútið króatísku liði og sæti í Evrópudeildinni í undir. Hvað veistu þessa andstæðinga ykkar? Við erum að kynna okkur klippa ykkur 5-6 leikir frá síðast tímabili. Það verið aðeins erfiðar að fá æfingarleiki og eitthvað núna og við erum mynda okkur það hverjir eru og hverjir eru farnir og annað en við erum með ágætis mynd af liðinu. Þetta er svona ekta króatískt lið sem spila sterka 6-0, stórir, þungir. Þetta er svona svipað eins og við vorum alltaf að ræða í fyrra. Það er sterkur línamaður, mjög góður miðjumaður sem er mikill fyndari og fer allt í gegnum hann. Og hörku skittur sikkur megin, þannig en klárlega er þetta lið sem að svona þegar það var dregið úr þá var góður möguleiki að komast áfram með því að fá þá. Þó að mínum að þetta séu sterkir andstæðingar, þá var þetta aldrei svona, þetta snýst svona í mínum huga aldrei mest við erum með breytt lið og hvernig þeirra lið er og hvernig við vinnum úr því og ætlum okkur náttúrulega bara að spila vel og ná góðri vörn og hraðablöpum og komast áfram. Þetta er svona kannski að einhverju leyti keimlíkt þeim liðum sem þau voru að fást við í Evrópubikarnum í fyrra? Já, mörgu leyti og þegar þú horfir á leiki, að horfa á spilamóti Zagreb og Nexe eru náttúrulega tvö sterkustu lið og sjá spilamóti þeim, búin að sjá spilamóti liðunum sem eru í kringum sig og sjá móti liðunum sem eru lakari þá færðu svona ágætis mynd á allavega hvað þeir eru að spila og hvernig þeir eru og hvernig þetta er en þetta er svona svipað og þú veist þetta einhvern veginn ekki alveg bara fyrir að þú byrjar að spila móti þeim og það er alltaf einhverja áherslur sem er skemmtileg við Evrópukefnina, einhverja áherslur og einhver spilastíl sem getur verið erfiður og getur verið góður. Það er, þeir keyra meira en ég bjóst við og eiginlega bara er það dálítið þannig að við þurfum svona bara dálítið að móta okkur eftir og þeir örugglega líka, bara með hverri mínútu og hvernig leikurinn þróast og hvernig boltinn skoppar sko. Og já, þið hljótið náttúrulega leggja eiginlega allt í sölurnar að komast áfram og taka þátt í þessari Evrópudeild. Já, það var náttúrulega stórkostlegt ævintýri að vera í þessari Evrópudeild fyrir 2 árum og núna bíða handan við hornið eru stórlið, Melsungen með 2 glæsilega fulltrúa frá Íslandi, Elvar og Arnar og svo Porto með Þorstein Leó og svo Vardar sem er aftur að verða svona, held ég, að komast á kortið sem svona stórveldi og með frábæran heimavöll. Þannig að þetta er náttúrulega veistla ef við verðum bæði með FH og Val í þessu. Þannig að klárlega kýtlar strákana mjög mikið að komast í þetta en maður má ekki alveg fara fram á sér. Við þurfum að taka þetta fyrst bara gamla góða, eitt skref í einu og ná góðum úrslitum hérna heima og Já, því að síðari er svo helgina eftir ytra. Já, svo förum við til Króatíu á 5. En við erum svo sem vanið því að spila fyrst heima og svo úti og höfum spilað ágætlega í útlandum og erum með hóp sem er ágætlega vanur því. Þannig að það á ekki að vera einhvern afsökun ef það verður málið. En aðalmálið er kannski bara í mínum huga hvernig við erum, hvernig vörnin okkar verður og hvernig sóknin og hvernig við rúllum og allt svoleiðis. Af því að þetta er svo snemma á tímabilinu. Og það er svona kannski helsta sem er hjá þjálfarunum sko. Og þetta er 17:30 á laugardag? Já, veislan á laugardaginn, gaman að því að meistarakeppnin hjá stelpunum er 13:30, Valur Stjarnan og svo er 17:30 Evrópuleikur og það var rosa gaman í fyrra og það gefur strákunum og félaginu mjög mikið þegar fólk tróðfullir kofan og er að styðja okkur. Það kemur ótrúlega orka sem við vitum af.